10 ára stúlka og faðir hennar voru nýkomin út úr íshellinum á Breiðamerkurjökli þegar banaslýsi varð. Faðirinn segir grafalvarlegt ef viðvaranir vísindamanna hafi verið hundsaðar fyrir gróða. Fyrsta mænusóttartilfellið á Gaza var staðfest í gær. Móðir 11 mánaða drengs biðlar til mannúðarsamtaka að koma honum til hjálpar. Alcoa Fjarðaál krefur Eimskip og Samskip milljarða króna í skaðabætur vegna samráðs. Fleiri fyrirtæki skoða stöðu sína gagnvart skipafélögunum, segir framkvæmdastjóri félags atvinnurekenda. Tækjastjóri sundlaugar Reykjanesbæjar hélt að hárkolla væri föst í síum laugarinnar í gær. Það kom í ljós að þetta voru annars konar hár, svokölluð nornahár, sem eru örmjóar glernálar úr eldgosinu. Dæmi eru að börn hafi skorið sig á þeim. 100 þátttakendur á 4 jafnfljótum voru mættir til leiks í hundahlaupinu sem haldið var í Mosfellsbæ. Besti vinur mannsins naut sín í blíðu veðri. Gott kvöld. Feðgin frá Bandaríkjunum sem voru í hópnum á Breiðamerkurjökli þegar íshellir hrundi, þar sem karlmaður lést og barnshafandi unnusta hans slasaðist, voru nýkomin út úr hellinum. Þau segja það mínútuspursmál að þau hafi sloppið ómeidd. Scott Stevens og dóttir hans Wild voru í 23 manna hópnum sem fóru í íshellin á sunnudag. We heard a loud boom and I was speaking to the guy in that moment and he kind of looked at me, I looked at him and he took off running and ran back down into the ravine. And I ran after him because I wanted to see what happened. And that's where we saw the one woman on the ground being tended to. And the ice had kind of looked like the wall had like fallen on her that way, but she wasn't underneath it. But you could see like a big sheet of ice. And I suppose, but I don't know, that her partner, the one who died, must have been underneath what we couldn't see him. Í fyrstu áttu þau sig ekki á hversu alvarlegt þetta var. Until I saw the lady, I didn't think a lot was wrong. But I assumed that the lady was the only one hurt, and seeing her drinking water and sitting up, I thought that it was not like a very, very big injury. So I didn't think, I thought that everything would be okay from there. And then I didn't see this, but my dad said that he saw our guide come up covered in blood. It wasn't until the other guide came up and was clearly very traumatized and he kept asking us how many people, and finally he just said he didn't want to say it. I think he said, "Look, someone died. We think there's more people buried. This is a tragic day, tragic." He kept saying tragic day, and he was very distraught. He was very upset. That's when we knew this was a big problem. Upphaflega var talið að 2 hefðu grafist undir ísnum og leitað var fram eftir degi næsta dag. There was confusion on how many people were there. And that was the thing. They were trying to figure out, is there anyone buried or not buried? And the number of how many people were present seemed to not be known by anyone. Leiðsögumennirnir hafi annars staðið sig vel og veitt þeim aðstoð eftir slysið. He's a great guy and I could tell it hurt him badly. And I felt bad for him. Þau segjast þó ekki hafa fengið upplýsingar mögulega hættu. I was not the only 10-year-old. There was another kid there. I do think that they could have warned us that this could happen. I didn't really think about it since they were experts. And if they didn't say anything about it, I just assumed it was perfectly safe. If scientists and experts have been saying do not do this, and those people were ignored for the sake of profit, then that's a problem. Litlu mátti muna að þau hefðu verið stödd þar sem ísinn kom niður en þau hefðu farið út til að sækja nýja myndavélarnissu. I'm definitely scared of ice caves, so I'm not going to go back. There were 2 pieces of ice that fell. One of them was behind the lady off the path. The other one was the bigger one covering the pathway. And it was exactly where my dad was standing. And it was only about 2 minutes after we have come out already. If he did grab the other lens, then he would have been smashed by that big piece of ice.
Fyrsta mænusóttartilfellið á Gaza var staðfest í gær en 25 ár eru síðan sjúkdómurinn greindist síðast í Palestínu. Móðir 11 mánaða drengs segist ráðalaus og biðlar til mannúðarsamtaka aðstoð. Þetta Abdul litli. Hann var mánaðara gamall þegar Hamas réðst yfir landamærin og framdi ódæðisverkin í Ísrael 7. október. Eftir innrás ísraelska hersins á Gaza hefur fjölskyldan verið á flótta, farið úr einu tjaldi í annað og núna í Deir al-Bala. Stríðið komið veg fyrir að drengurinn bólusettur. بنتحرك وزحف بدري وطلع له اسنان بدري وفجأة كله تراجع. فجأة بطل يزحف، بطل يتحرك، بطل يقف على رجليه وبطل يقعد كمان. أنا نفسي يرجع زي إخواته، يرجع يقعد ويتحرك وهالقد المفروض الولد مشي. مع المرض للأسف نايم متحركش. Veiran greindist fyrst í skólp sínum á Gaza í síðasta mánuði. Áður en Ísraels her réðst þar inn var bólusetningar hlutfallið hátt. Mænusótt einnig kölluð lömunarveiki og hafði ekki greinst í Palestínu í 25 ár. Varað hafi verið við hættunni á að veirusýkingin sem enginn lifðu að gegn yrði að faraldri. Neysluvatnið mengað og smitleiðir margar í yfirfullum flóttamannabúðum þar sem 100.000 hafast við. Á næstu vikum verður byrjað að bólusetta börn á Gaza. The vaccine will be provided to more than 640,000 children under 10 years of age. Tilskipanir ísraelska hersins að fólk þurfi að flytja sig set koma í veg fyrir að hægt verði að byrja bólusetningar strax. Talsmenn mannúðarsamtaka óttast að verði ekki gert hlé á árásum, takist ekki að bólusetja nema hluta þeirra sem ætlað að ná til. Á meðan biður móðir Abduls hjálp til að hægt verði að bjarga drengnum hennar. Velkomin til okkur, Hörður. Byrjum á að spyrja, hvað mænusótt? Mænusótt veirusjúkdómur sem gríðarlega sjaldgæfur í dag vegna þess að við höfum svo gott bóluefni gegn veikinni en samt landlægur í nokkrum löndum ennþá og smitast fyrst og fremst munn og þess vegna þetta gerast í Gaza sem mengað vatn og eða mengaður matur og þeir flesti sem sýkjast af þessu eru börn undir 5 ára aldri, 90–95% af þeim sem smitast fá lítil sem engin einkenni. Þeir sem fá einkenni af þessum 95% það eru tiltölulega svona flensulík einkenni, það hiti, höfuðverkur, vöðvaverkir, hálsbólga en flesti bara jafna sig. En síðan það eins og með Abdul, það undir 1% af þessum börnum sem geta endað með lömun í vöðvum. Og á hann vonum bata hann Abdul? Já, 60% af börn sem fá þessa lömun, þau jafna sig jafnan og sitja hins vegar eftir með einhverjar menjar. En svo það frá 5–30% sem geta fengið lömun í öndunarveginn og þá þurfa þau öndunaraðstoð sem náttúrulega lítil til staðar þarna sem innviðir hafa hrunið. En nú hefur þetta greinst þarna á Gaza. Hversu mikil hætta á því að þetta verði þar að faraldri? Eins og kom fram í fréttinni að þá var ansi góð bólusetning og dekkun bólusetningar fyrir stríðið. En þetta eins og ég segi í yngstu börnunum versti sjúkdómurinn og það þá yngstu aðilarnir auk fullorðna sem hafa kannski ekki varnir í dag sem geta veikst. Þannig að það eru einhverjar líkur til þess að faraldri verði. Já, og hvaða afleiðingar hefði það þá ef þetta breiðist þarna út? Já, það hefur náttúrulega slæmar afleiðingar á staðnum því að eins og við höfum enga meðferð. Eina hjálpin við þá sem fá öndunarlömun öndunarvél og það lítill aðgangur að slíku þarna á svona hernumdum svæðum. Einmitt. Takk fyrir þetta, takk fyrir komin á og fyrir að útskýra fyrir okkur allt mænusótt. Og við förum í annað. Alcoa Fjarðaál hefur stefnt Eimskipafélaginu og Samskipum til greiðslu rúmlega 3 milljarða króna skaðabóta vegna tjóns sem það telur sig hafa orðið fyrir sökum samráðs skipafélagana á árunum 2008–13. Fleiri fyrirtæki íhuga málsókn. Upphaf máls má rekja til ákvörðunar Samkeppniseftirlitsins fyrir tæpu árið að sekta Samskip rúma 4 milljarða króna vegna ólögmæts samráðs við Eimskip. Rannsókn á brotum Eimskips var lokið með sátt árið 2021. Það eru fleiri að skoða stöðu sína, hafa fengið gögn frá Samkeppniseftirlitinu
og þá meiri gögn en þau sem hafa komið fram í ákvörðun Samkeppniseftirlitsins og því sem að henni lá að baki. Samkeppniseftirlitið fylgdi ákvörðun sinni eftir með áliti þar sem mælst var til þess að ráðist yrði í aðgerðir til að auka samkeppni á flutningsmarkaði, meðal annars í Sundahöfn. Þar verði gerðar breytingar til samræmis við álit Samkeppniseftirlitsins til að auka samkeppni og tryggja þar komi fleiri skipafélög að. Eimskip segir í tilkynningu í dag að ekkert tilefni sé til málsóknar Alcoa, enda skilyrði fyrir skaðabótaskyldu ekki uppfyllt. Þar einnig gagnrýnt mat á tjóni sem lagt til grundvallar kröfunni. Sú gagnrýni hins vegar marklaus ef að það fylgir ekkert mat á því hvert þá hið rétt útreiknaða tjón. Fólk sem býr nálægt kjarnorkuverinu í Kursk í Rússlandi óttast afleiðingarnar ef það endar sem skotmark í stríði Rússa og Úkraínumanna. Yfirmaður alþjóða kjarnorkumálastofnunarinnar biðlar til Rússa og Úkraínumanna að beina vopnum sínum ekki á kjarnorkuverið. Kursk kjarnorkuverið eitt af 3 stærstu verum Rússlands og sér stórum hluta landsins fyrir rafmagni. Rafael Grossi skoðaði aðstæður í gær. The danger or the possibility of a nuclear accident has emerged near here. Rúmar 3 vikur eru frá því að úkraínskir hermenn fóru yfir landamærin inn í Kursk. Очень обеспокоенная ситуация в городе. Очень страшно, потому что постоянно слышим взрывы над городом, слышим, как работает наше ПВО. Из-за этого очень страшно, потому что находимся в небольшой близости от атомной станции и очень обеспокоены, переживаем за свои жизни. Grossi segir að bæði Rússar og Úkraínumenn þurfa að gera sér grein fyrir afleiðingunum komi til óhapps í verinu. Core of the reactor containing nuclear material is protected just by a normal roof. This makes it extremely exposed and fragile, for example, to an artillery impact or a drone or a missile. Kostnaðurinn við stríðsreksturinn orðinn gríðarlegur. Eldflauga árásir Rússa í byrjun vikunnar eru sagðir hafa kostað rúman milljarð bandaríkjadala samkvæmt útreikningum úkraínsku útgáfunar af Forbes. Úkraínski herinn birti í dag myndband sem sýnir rússneska orrustuþotu skotna niður þegar hún var í árásarflugi nálægt Kramatorsk í Donetsk héraði. Andvirði hennar 2 milljarðar íslenskrar króna. Þriðjungi starfsfólks íslenska upplýsingatæknifyrirtækisins Controlant hefur verið sagt upp störfum. Fyrirtækið gegndi lykilhlutverki í dreifingu bóluefna í COVID-19 faraldrinum. 150 starfsmönnum var sagt upp í gær. Eftir uppsagnirnar starfa 290 hjá fyrirtækinu í 5 löndum. Í tilkynningu segir að fækka hafi þurft starfsfólki til að draga úr rekstrarkostnaði í ljósi nýrrar tekjuspár. Controlant stækkaði hratt í COVID-19 faraldrinum. Fyrirtækið smíðaði skynjara sem fylgdust með ástandi og hitastigi bóluefna þegar þau voru flutt á milli staða. Síðan hefur Controlant þurft að draga saman seglin. Glernálar, svokölluð nornahár úr eldgosinu við Stóra Skógfell hafa fokið yfir Reykjanesbæ undanfarna daga. Heilbrigðiseftirlitið mælist til þess að leikvellir við skóla séu þrifnir áður en börn fara út því þau geta skorið sig á nálunum. Undanfarna daga hafa óvenjuleg hár leitað í síurnar í sundlaug Reykjanesbæjar. Og þá var þetta box hérna alveg kjaftfullt af þessum nornahárum. Og hvað hugsaðu þegar þú sást þetta? Ég held að væri hárkollavist. Þegar við mótum þetta svo gróft, ég vissi ekkert hvað þetta var, ég skildi ekkert í hvað þetta var í síjónum. Þetta eru örþunnar glernálar sem koma upp í eldgosinu við Stóra Skógfell og berast með vindi yfir Reykjanesbæ. Við höfum aldrei séð þetta áður. Þetta hefur ekki komið úr fyrri gosum allamanna. Veðurstofan segir að það skýrist líklega af meiri kvikustrókavirkni í nýjasta eldgosinu en þeim sem áður hafa verið á Sundhnúksgígaröðinni. Hvert nornahárin berast fer svo eftir vindátt. Þetta bara hellingur. Er fólk eitthvað búið að vera að meiða sig á þessu? Það var aðeins í gærkvöldi. 2-3 sem fengu flísar í sig af þessu. En það var tekið úr bara á. Engin slys náttúrulega ennþá. En ef þetta fer að vera í einhverju miklu magni þá þurfum við hreinlega að loka lauginni. Já, bara aðtökum það nornahár hérna. Það geta verið einhverstaðar því það svo mikið vatn í rennunni hérna. Það eru
mjög fullkomið hreinsikerfi í þessum sundlaugum sem eiga að taka þetta og þetta á að fara í síur niður kjallara hjá okkur. Sérfræðingar Veðurstofunnar segja að norna hár eigi ekki vera hættuleg ef þau eru látin í friði. Það getur þó ekki verið gott að fá þau í munn eða augu eins og annað gler eða gjósku. Þá hafa margir íbúar tekið eftir norna hárum á bílum sínum. Og svo rispar það náttúrulega lakkið. Og við erum fara að kanna í okkur síur í öllum velum sem við erum að nota. Þetta virðist fara inn í loftsíðunar og þær eru að fara að stíflast hjá okkur. Framkvæmdastjóri Heilbrigðiseftirlits Suðurnesja segir í samtali við fréttastofu fulla ástæðu til að vera á varðbergi. Heilbrigðiseftirlitið sendi skólum tilmæli í morgun að skóla eða blása nálurnar í burtu ef þarf. Þar segir að þræðirnir stingist auðveldlega í gegnum húð og börn sem hafi farið á hoppudýnur hafi skorist lítillega á fótum. Þetta er eins og þessi hei, einhver hafi verið slá í kringu þig og þetta er svona fók af heigi. En þú fyrir að taka þetta upp og skoða þetta, þá er þetta eins og litlar fínar glernálar. Og við tókum eina svona stóra glerná hérna í morgun. Ef maður stakk inn í sig, þá var þetta eins og nál. Enn á eftir að taka ákvörðun hvort verður af byggingu Hvalárvirkjunar í Ófeigsfirði á Ströndum. Þetta sögðu fulltrúar HS Orku og Landsnets á íbúafundi í Trékyllisvík. Núna erum við að setja aukinn kraft í verkefni vegna þess að allar ytri aðstæður eru orðnar mun hagfelldari fyrir virkjun af þessari stærðargráðu. Forsvarsmenn verkefnisins sögðu lausn í augsýn í vafaatriðum varðandi eignarhald á landi og auðlindum. Verði af virkjuninni er næsta skref að sækja framkvæmdaleyfi til hreppsins. Á fundinum voru rædd málefni sem snúa að íbúum, svo sem vegbætur, fasteignagjöld og aukin umsvif. Starfsmanna þörfin á þessu tímabili það að segja á byggingatíma virkjunarinnar talin í 300 til 350 ársverkum og það mun segja sitt í sjóðum hreppsins klárlega. Að byggingatíma loknum gert ráð fyrir einum föstum starfsmanni á staðnum. Eftir fundin spurðu fundargestir ávinning sveitarfélags, áhrif á orkuframboð á svæðinu og vegakerfið. Þá velti fólk fyrir sér áhrifum virkjunar á umhverfi og aðgengi að svæðinu. Virkjunin hefur verið umdeild. Birna bendir á að hún var í tvígang samþykkt í nýtingarflokk í rammaáætlun. Þá hafi hönnun verið breytt til að lágmarka umhverfisáhrif. Hún að nánast öllu leyti neðanjarðar. Hún verður byggð inn í bergið. Það sem verður sýnilegt eru aðgangur að stöðvarhúsi og gangnamunnum. Stíplur verða líka sýnilegar og vatnsflæði í vatnsföllu minnkar. Í skoðun að leyfa fossum að flæða á fullu afli á völdum tímabilum. Það þýðir það að þá minna nýtt af vatninu til orkuframleiðslu á meðan, en það er klárlega mögulegt að stýra flæði vatns í gilin, þannig að vatnsföllin sem ferðafólk vill njóta sumarlagi að þau fái notið sín. Fulltrúar Landsnets kynntu samstarf við Vesturverk undirbúning tengingar Hvalárvirkjunar. Og sú tenging felur í sér að tengja frá Hvalá niður í Ísafjarðardjúp og síðan að gera tengingu frá Ísafjarðardjúpi niður í Kollafjörð. Hundahlaupið var haldið í kvöldi í Mosfellsbæ. 100 þáttakendur á 4 jafnfljótum voru mættir til leiks í björtu og góðu veðri. 2 hlaupaleiðir voru í boði, annars vegar 5 km tímataka og hins vegar 2 km skemmtiskokk. Hundar af ýmsum stærðum og gerðum mættu með eigundum sínum á öllum aldri og ekki mátti á milli sjá hver skemmti sér best. Dagur hundsins var í vikunni og augljóst að besti vinur mannsins fékk að njóta hans vel í dag. Hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins, Urður? Herðu Heiðar, við ætlum að taka fyrir leikskólamálin í Kópavogi en sveitarfélagið réðst í umfangsmiklar breytingar á skipulagi og starfsháttum leikskóla síðastliðið haust. Í þeim fólst meðal annars gjaldfrjáls leikskóli 6 tíma á dag en umfram þessa 6 tíma þá hækkuðu leikskólagjöld 10% og þetta fyrirkomulag hefur verið nokkuð umdeilt en við ætlum svona að skoða hvernig þetta hefur gengið undanfari ár
Og til að ræða þessi mál verða hjá okkur bæjarstjórinn í Kópavogi, Ásdís Kristjánsdóttir og Auður Önnu Magnúsdóttir, framkvæmdastýra Kvenréttindafélags Íslands. Einmitt það, fylgjumst með því. Takk fyrir það. Það ætla að líta til veðurs. Vestlæg átt 3 til 10 metrar á sekúndu á morgun og léttir víða til en dálítil væta fram eftir degi á norðaustanverðu landinu. Það fer að rigna vestast seint annað kvöld, hiti 8 til 15 stig yfir daginn. Birta Líf Kristjánsdóttir, veðurfræðingur, fer nánar yfir horfurnar næstu daga að loknum íþróttafréttunum sem að Almar Ormarsson fær okkur í kvöld. Setningarathöfn Ólympíumóts fatlaðra er nú í gangi. Sundkonan Sonja Sigurðardóttir, sem átt að vera annar fánabera Íslands, veiktist í dag og gat því ekki tekið þátt í athöfninni. Sundmaðurinn Róbert Ísak Jónsson keppir strax í fyrramálið. Markmið hans er að komast í úrslit og að skemmta sér á leiðinni. Og Åge Hareide tilkynnti í dag karlalandslið Íslands sem mun keppa gegn Svartfjallalandi og Tyrklandi eftir rúma viku. Gylfi Þór Sigurðsson snýr aftur í landsliði eftir tæplega árs fjarveru. Og þá eigum bara eftir að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. 10 ára stúlka og faðir hennar voru nýkomin út úr íshellinum á Breiðamerkurjökli þegar banaslysið varð. Faðirinn segir grafalvarlegt ef viðvaranir vísindamanna hafi verið hundsaðar fyrir gróða. Fyrsta mænusóttartilfellið á Gaza var staðfest í gær. Móðir 11 mánaða drengs biðlar til mannúðarsamtaka að koma honum til hjálpar. Alcoa Fjarðaál krefur Eimskip og Samskip milljarða króna í skaðabætur vegna samráðs. Fleiri fyrirtæki skoða stöðu sína gagnvart skipafélögunum, segir framkvæmdastjóri félags atvinnurekenda. Tækjastjóri Sundlaugar Reykjanesbæjar hélt að hárkolla væri föst í síum laugarinnar í gær. Það kom í ljós að þetta voru annars konar hár, svokölluð nornahár, sem eru örmjóar glernálar úr eldgosinu. Dæmi eru að börn hafi skorið sig á þeim. Og 100 þáttakendur á 4 jafnfljótum voru mættir til leiks í hundahlaupinu sem haldið var í Mosfellsbæ. Besti vinur mannsins naut sín í blíðu veðri. Og næstu fréttir verða í sjónvarpinu og útvarpinu klukkan 10 í kvöld og RÚV.is eru uppfærðir allan sólarhringinn. Við minnum líka á RÚV appið þar sem á finna allskyns sjónvarps- og útvarpsefni. En það er hægt að senda fréttastofunni ábendingar á fréttir@ruv.is. Þessum fréttatíma er hins vegar lokið. Verið sæl. Á RÚV í kvöld. Með okkar augum, 14. þáttaröð þessara margverðlaunuðu þátta sem hafa vakið athygli fyrir nýstárleg og frumleg efnistök. Íslensk kvikmyndagerð, nýir heimildaþættir sem fjalla ýmislegt markvert úr heimi íslenskrar kvikmyndagerðar. Umsetin, sænskir heimildaþættir Felix sem hefur í mörg ár verið áreittur í nafnlausum smáskilaboðum. Sendandinn ætlar ekki að gefast upp fyrir hann hefur lagt líf Felix í rúst. Trump eða Harris, baráttan forsetaembættið, nýr breskur heimildaþáttur